Heil og sæl. Í þessum þriðja tíma kaflans horn þá ætlum við að einblína á einslögun. Og einslögun eigið að þekkja úr 9. bekkjar námsefninu, þannig við skulum rifja upp hvað einslögun er. Myndir sem eru einslaga, þær þurfa að uppfylla þessi skilyrði hér. Annaðhvort eru einslæg horn jafnstór eða þá hlutfall milli einslagra hliða eru jöfn. Og ef öll hornin eru jafnstór þá að sjálfsögðu myndin einslaga og þá líka hlutfall milli einslagra hliða jafnt. En yfirleitt skoða maður annað af þessum tveimur atriðum sem eru talin upp hér. En einslaga myndir eru bara þær myndir sem eru eins í laginu. Þær geta verið misstórar en lögunin á að halda sér. Þaðan kemur nafnið einslögun. Og sambærilegar hliðar í einslaga myndum, þær eru kallast einslægar, myndirnar kallast einslaga og hliðarnar hér sem eru að birtast A og X, og það er hvort tveggja vinstri hlið í rétthyrningi og þá er hægt að segja að þessar tvær hliðar séu einslægar, það liggja á sama stað í myndinni. Og sama gildir B og Y sem hér er búið að birtast. Og galdurinn í þessu öllu sá að hlutfall milli einslægra hliða er jafnt. Það þýðir að ef ég tek lengd hliðarinnar A og deili með X, að það á að gefa mig sömu útkomu og ef ég vel einhverjar aðrar hliðar í einslaga myndum, eins og til dæmis B og Y. Og við skiptum út og setjum tölur í staðinn. Þær birtast hér og fljúga inn á skjáinn. Að hér eru tölur, lengd og breidd fyrir tvær myndir sem einslaga og ef við prófum að taka rauðu hliðarnar, við gerum 6 deilt með 2, þá fæ ég 3 út og ef ég tek bláu hliðarnar og gerum 15 deilt með 5, þá fæ ég líka 3 út og þetta er að segja okkur að hlutfallið á milli er alltaf það sama. Það er ekki endilega alltaf 3 en það er það í þessu tilviki. Og þetta ætlum við að notfæra okkur þegar við förum að vinna dæmi eins og koma núna á næstu glærum, að við erum með myndir sem eru einslaga, svo er ein hliðin óþekkt og við erum að finna hversu löng hún er. Við ætlum að renna í gegnum nokkrar aðferðir við að leysa þetta. Það eru reyndar allar frekar líkar og byggja á sama grunni, en örlítið öðruvísi nálgun. Ég ætla að byrja á aðferðin sem ég sjálfur nota mest, að hún er til að leysa svona dæmi. Ég ætla að finna hversu löng er hliðin X á myndinni hérna hægra megin og þá setjum ég upp tvær jöfnur. Ég setjum upp eina jöfnu með því að vinna með tvær hliðar eins og var í bleika kassanum hérna fyrir framan. Ef ég byrja á bláu hliðanum og gera X deilt með 30, ég hefði geta gert 30 deilt með X en mér finnst þægilega að byrja alltaf á hliðinni sem ég er að finna, þess vegna byrja ég að setja X-inu fyrir ofanstrik. Við það verða útreikningarnir aðeins þægilegri, einfaldari. Þannig að ég gera X, setja hérna í nefnara og deili þá með sambærilegri hlið í hinni myndinni, eða einslægri hlið, sem er 30 í þessu tilviki. Og það á að gefa mig sama svar og ef við tekum einhverjar aðrar tvær hliðar í myndunum. Og þá vel ég hæðina á þríhyrningnum sem er 2 í minni myndinni og 12 í þeirri stærri. Nú að því að X-ið er í nefnara hér, að þá verður tvisturinn í sömu mynd að vera í nefnara hinum megin við samansammerkið. Ég mætti ekki hafa X deilt með 30 og svo 12 deilt með 2 hérna. Þá er ég farin að víxla þessu og það má ekki. En hér er komin jafna sem ég ætla að leysa og það er í raun einfaldara að leysa en menn kannski halda í fyrstu. Til þess að einangra X-ið, að þá er ágætt að byrja bara að deila hérna 2 deilt með 12. Þá fáum við 1 tugabrót í staðinn fyrir almenna brótið þarna. Og passið ykkur ef þið að nota sérstaklega gömlu típunar af vasareikni að nota alla aukastæðuna sem koma fram, ekki hreinsa skjáinn og slá svo bara inn 0,16, þá fáum þið skekk í útrenningum. En núna er jafnan orðin aðeins einfaldari. Það eina sem ég eftir að gera er að losna við 30 fyrir neðan strik. Þá margfaldaði með 30 hérna báðum megin. Styttist út og hinum megin margfaldaði með 30 líka og fæ þá bara svarið sem X-ið er. Og sumir hugsa þetta þannig að ég færi 30 yfir og þá breytist það úr deilingu í margföldun.
En í báðum tilvikum þá fæ ég þetta sama svar að x-ið þarf að vera 5 til að þetta gangi upp. Nú, ef þið vilja ekki vinna með tugabroti, þá er kannski líka nákvæmara að vinna með almennu brotum beint. Hér er hægt að færa 30 strax yfir, eða margfalda með 30 báðum megin og láta þetta líta svona út. 2 sinnum 30 það eru 60 og svo 60 deilt með 12 gefur okkur x-ið sem er þá 5. Þetta er leiðin sem ég fyrir oftast og held ég að ég sýnt ykkur í fyrra þegar við vorum að vinna í svona verkefnum í heftinu. En þeir sem vilja kynnast öðrum leiðum, þeir geta hort aðeins lengra á myndbandi, en þeir sem ætla að halda sig við þessa aðferð geta stoppað hér, það kemur ekkert nýtt. En ef við hleypi yfir hinnar aðferðirnar sem eru reyndar mjög svipaðar, þá kemur hérna einn til viðbótar. Við vitum að hlutföll milli einslægra hliða eru jöfn. Það er að segja að 2 deilt með 12 gefur okkur sama og x deilt með 30. Þetta er nánast sama jafn á ég sett upp áðan. Nema nú ætla ég að hugsa ef ég ber saman þessi 2 brot sem eru jafngild með því að sama sem er hérna á milli. Þetta þýðir að broti vinstra megin er sama og broti hægra megin. Alveg eins og 1/4 er sama og 2/8. Ekki satt. Og hvernig gat ég fundið út að 1/4 er sama og 2/8? Jú, ég lengi brotið hérna með 2. Þannig að ef ég lengi eða stytti brot, þá fæ ég annað brot sem er jafngilt. Og þá ætla ég að hugsa hérna, ég byrja með brotið 2/12, en með hverju þarf ég að lengja til að fá út eitthvað 30. 12 sinnum hvað er jafnt á 30. Og maður getur prófað sig áfram, eða gert 30 deilt með 12 til að sjá að ég hef lengt með 2,5. Og ef ég lengi nefnaran með 2,5 líka, þá kemur í ljós hvað x-ið er. Og það er að sjálfsögðu sama svar og áðan, bara önnur aðferð. En hér kemur líka í ljós að x-ið er 5. Nú það eru 2 leiðir í viðbót sem ég ætla að sýna ykkur. Hér er ein, aftur sama dæmið. Ég veit að hlutföll milli einslægra hliða eru jöfn, þannig að 12 deilt með 2, þessi hlið deilt með 2 er jafnt á 6. Þannig að 30 deilt með hvaða tölu er líka jafnt á 6. Hvað þarf x að vera til að fá 6 þarna út? Og þá getur mann prófað sig áfram, þulið upp margföldunartöflunar og það kemur í ljós að x þarf að sjálfsögðu að vera 5. Nú síðasta leiðin, hún er enn og aftur í tengslu við sama dæmi. Myndirnar eru einslega, hversu stórt er x? Og ég get hugsað, ok, litla hliðin hérna sem merkti með 2, hún er 6 sinnum minni en stóra hliðin í hinni myndinni. Og þá að sama skapi þarf x-ið hér að vera 6 sinnum minna en stóra hliðin í botliðin í stærri myndinni. Og hvað er 6 sinnum minna en 30? Jú, mikið rétt, 5. Þannig að þið eru búin að fá núna 4 mismunandi aðferðir sem ég geti hermt eftir til að leysa svona dæmi. En meira er það ekki í bili, þannig að ég segi bara takk fyrir mig.